Það ógeðslega svekkjandi að hafa ekki komist í gegn. Vantaði svona smá upp á hjá mér. En upplifunin var frábær, þetta var ógeðslega skemmtilegt. Fullt af íslenskum áhorfendum sem röltu með og gaman að fá stuðning. En svona pínu svekktur að hafa ekki verið betri. Svona, hvað það helsta sem að þú getur sagt okkur það? Hvað var það sem var ekki að ganga nógu vel hjá þér? Já, það er rosa erfitt að búa sig undir eitthvað svona sko, heima á Íslandi. Þetta er kannski eitthvað sem kemur bara með, já, svona, sem að tekur kannski smá tíma að spila nokkuð svona mót. En ég veit það ekki. Var mjög, svona, kannski svolítið stífur. Kom inn á sunnudeginum og við ég Ingi og Snorri þurftum að laga svolítið í sveiflunni. Ég var svo bara kannski svolítið svona, var svolítið gæti verið. Mér fannst ég samt vera að spila bara nokkuð vel. Mér er alveg refsað þarna grimt fyrir nokkur klauðamistök en restin var bara nokkuð góð. Svona þú horfir aðeins tilbaka, hefur þurft einhvern veginn að undirbúa þig betur í andlega þættinum? Ég held að sé ekki þetta undirbúa sig neitt fyrir þetta nema bara með að hafa spilað hérna áður sko. Það er rosa erfitt að sitja heima í sófa og hugsa hvað maður á að gera en ég held að virki ekki alveg. Þannig að þetta er mjög sérstök tilfinning að vera á þessu stærsta sviði golfsins á hverju ári. Já, jú, það er líka kannski svona svolítið stökk. Flestir svona sem eru kannski á mínu kaliberi Evrópu er að fá boð í challenge og Evrópumót sem að löndin að halda. Við þurfum að vinna aðeins harðar og kannski pínu stór stökk að fara beint í stærsta móti í Evrópu allavega, ef ekki bara heiminum. Já. Hvernig er þetta að gera það? Það bara spila meira náttúrulega og reyna að vinna sig upp. Þetta snýst það að komast ofar og ofar á efri mótaraðir. Þú ert búin að vera að spila í Skandinavíu. Já, var fyrsta árum mitt atvinnumennsku fyrra, gekk fínt, náði ekki að vinna mig upp samt því miður. En jú, kem hingað og ég læri mikið af þessu. Hvað finnst þið vera stóri munurinn þegar þú ert að spila þar og svo í þessu móti? Ég veit hann er stór en getur þú lýst eitthvað fyrir okkur? Það eru hvað eru margir sem mæta að horfa til dæmis, það er kannski einn munur. Bara pressan, þú veist. Já, líka kannski keppmennirnir, það er svona smá sjokk kannski að mæta á æfingasvæði og það eru allar stjörnurnar. Haraldur, ferð fyrsta teig á opna mótinu og þú sagði það við okkur hérna fjölmiðlamenn að þú hefði nú bara titrað. On the tee, from Iceland, Haraldur Magnus. Jú, ég alveg titraði hvað einasti vöðu og hvert einasta bein í líkamannum en bara fekk gott par þar, var ánægður. Kom boltanum í leik á teig sem er aðalatriði, það er böngar hægra megin sem þarf að forðast og þetta var bara þannig sé fínasta högg. Já, var ánægður að byrja á pari. Já, þú byrjar á pari en svo kom skolli hérna á annari og þetta var smá brasandi byrjun hjá þér en svo sóttur í því þegar að leiða á hringinn. Já, ég fór bara í tvo, það voru tveir svona, kannski svona ágætlega góðir skollar sko. Fekk sló tvisvar í brautabönkar sem er bara tapa högg, sem er bara teig. En jú, síðan þú veist, mér leið fínt þarna, mér leið alltaf svona betur og betur eftir þess að leið á hringinn og var bara aðeins ákveðnari, svo hitnaði púterinn mikið og já. Púterinn fór á þetta og þú fékkst í rauninni frábæran seinni 9 hólurhring. Já, seinni 9 eru erfiðari hér sko, en ég hugsa ég hef kannski verið meira taugaspenntur á fyrir 9, það geti verið smá munur en mjög góðar hann á seinni 9. Enda með algjörum stæl á fugli á 17. og 18. Já, það var gaman, það var ógeðslega gaman, bara tökka upp út. En ok, þannig að þú varst sáttur og allir svona frekar sáttur með þína framistöðu, einn yfir pari á fyrsta hringnum. En svo er keppnisdagur númer 2. Hvernig kemur maður inn í hann og þú ert að spila seinni partinn og er búið að, hvernig er hausinn þá? Jú, hann var svo sem allt í lagi, para er að para eftir fyrstu 4 sem var bara þannig sé allt í lagi, síðan er mér alveg refsa grimt þarna á, það er ekki 5. hóla, á slægi böngar við gríni og hann er bara svona svo djúp pluggaður að
ég reyndi bara að koma honum upp úr, fer þaðan lengst yfir grín og endar í trippul. Það var svolítið sorglegt að sjá það, hvernig þú sú hola fóra því þú varst á frábæran stað eftir uppasökið, en það er erfitt þarna þegar þú ferð yfir hlutina í Glompavíkinu. Já, þetta er svona hola sem er bannað að vera hægra megin. Það er eiginlega alveg, og hann skýst bara upp á bönkunum og endar þar. Það var lítið sem ég gat einhvern veginn gert í því. Kannski líka þá kemur smá svona spenna í líkamann og já, svona smá styrður kannski. Svo ferði yfir á næsta teig á 7. holu og ég tók eftir að þú varst ekki með sömu kilvu í uppasökjunni eins og deginum undan. Það fór bara eftir leikplani, það var meðundir á deginum undan, þannig að það er hægt að komast inn á grín í 2, en þarna hugsaði ég að vera skynsamast bara að spila þetta sem 3 auka holu. Slæði fínasta uppasök, annað ekki bara húkað smá. Það er out of bounds hérna alveg vinstra með braut alla leið og skurður hægri og bara fer out of bounds. Ok, tvöfaldur skollið þar, 5 yfir á 2 hólum. Hvernig leiði þá? Ég var nú ekki að pæla í að vera 5, þetta er svona, við erum búin að skoða þetta ég og Katiinn líka, Jude, það er ekkert að slaka einhvern veginn á neinni hólu, þannig að ég reyndi að gleyma því bara á hvaða skori ég væri. Erfiðar hólur á eftir og maður þarf að einblína þær. Ok, og þú hélst áfram og fékkst þarna, komst í smá gír og fær par og svo fugla á 9. og ert að bara spila gott golf á 10, 11, ferði við svo skoll á 12, en svo kemur yfir á 13 þar sem þú fyrst fugl deginum á undan. Já, 12 er nú eiginlega svona par 4,5, hún spilast venjulega sem par 5. En það þarf að gera þetta svolítið erfitt hér, þannig að hún hefði sem par 4. Jú, fekk síðan góðan birdie á 13. Þá varstu nú svona að hitna? Já, svo fæ ég líka góðan birdie á 14, sem er svona auðveldasta hólun á vellinum og bara ef þú hittir brautina þá ertu maður breytinu svolítið í par 4. Átti mjög gott inn á þar og rétt misti örninn. Og þarna varstu í rauninni höggi frá niðurskurðinu, vissirðu það? Nei, ég var ekkert að pæla í því. Ég vissi alveg að ég var ekki, ég þurfti aðeins að sækja. Þessar síðustu 4 hólur ekkert lamb og ég ætlaði að reyna að sækja, það bara gekk ekki. Og ok, þetta er svona erfiður lokakafli þarna sem gerði verkum að þú klárar á 7 pari og hvernig kom kilvusveinninn inn í þessi mál hjá þér, sérstaklega þegar þú varst í vandræðum? Var hann náði hann aðeins að róa þig eða fannst þér hann koma með góð ráð? Já, hann var frábært að hafa hann. Ég hef aldrei verið með svona pró-kilvusveinn, en ég hugsa að það hafa alveg gert gæfið mér hjá mér, þannig séð sko. Hann þekkir þetta og það var nokkur sinnum kannski einhver öskur eða einhver að hreyfa sig með að slá, hann öskarar á liðið að vera kjurt, hann var alveg með þetta og ég var svona róandi áhrif á milli högga og passa upp á svoleiðis hluti. Og hvernig var svo tilfinningin þegar þetta var búið og þú dottin út? Drullu svekkjandi. Þú veist, það er bara búið að vera svona draumur og ég ætlaði að reyna að nýta mér þetta betur, en það gekk ekki. En hvað tekurðu með þér úr þessu móti núna inn í framtíðina? Jó, þú veist, þannig sé að ég hugsa svona á kannski eins og spilarana sem ég að spila með. Ég spila með einum sem var að leiða mótið þannig tíma frá Suður-Afríku og ég sé hann er kannski örlítið betri en ég, en ég hugsa ekki að unnið hann á góðum degi, sko. Það er hvetjandi. Þannig að þú ert ekkert svo langt frá þeim bestu hérna, það vantar, hvað þarf það að gera til að ná því? Erfið spurning. Ég þarf að fara upp með 1 level, ég hugsa þetta sé rosa mikið bara trúa sjálfan sig, númer 1 og 3 og bæta svona örlítið alla hluti leiksins. Já, þannig engin sérstakur hlutur í leiknum sem var slagur hjá þér fannst þér? Nei, ég var kannski, það er bara svo mikið spenna í mér að við ákváðum að setja þetta upp svolítið svona varkárt gameskipulag. Horfum til dæmis á hennan Suður-Afríku búa sem er búin að spila á Evróputúrnum og svona, hann er kannski aðeins rólegri, getur verið grimmari á völlin. Þetta ekki dræfur oftar? Já, líka bara svona grimmari inn á haugunum. Pinnarnir voru oft alveg úti í jöðrunum og hann er alltaf grimmur. En þetta er svona kannski eitthvað sem kemur með smá reynslu. Fórstu yfir þetta með þínum aðstofamönnum og þjálfurum svona, eru þeir sammálaðir með þetta að þú þarft aðeins að náttúrulega bara verða aðeins betri í
öllum pakkanum, ef við getum orðað það þannig, og svo það þessi andlegi þáttur sem maður þarf bara að vinna sér inn reynslu. Já, þeir eru sammála, þeir voru svona hughreysta með hann eftir hring, benda mér á að það væru ekkert allir, eða margir góðir sem hefðu líka mist kvættið. Ég kom mér svona í góðan séns, en ég var með hærri markmið en bara að reyna að komast í gegnum kvættið, sko. Svona að lokum, skemmtilegt og þú ert hérna á stóra sviðinu. Þetta hefur verið gríðarlega skemmtilega reynsla. Já, þó ég sé svektur að hafa mistið það, þá var þetta nú ábyggilega skemmtilegasta golfmót sem ég hef verið í. Það var gaman að labba eftir brautunum og hugsa bara, hvað ertu búin að koma þér út í, þetta algjör snilld. Þannig að þó ég kannski hljóma svolítið svektur, þá var þetta ógeðslega skemmtilegt.